50 fyrirtæki hafa fengið meira en milljarð afskrifaðan frá hruni, samtals 550 milljarða. Bróðurparturinn vegna fjárfestinga og eignarhaldsfélaga sem enn eru í rekstri. 14 fjárfestinga og eignarhaldsfélög hafa fengið 75% skulda sinna streikaður út í bankakerfinu, samtals 390 milljarða. Afganginum hefur í mörgum tilfellum verið breytt í hlutafé og fyrirtækin eru enn í rekstri. Allt þetta hluti af fjárhagslegri endurskipulagningu þessa fyrirtækja þegar fram kemur í skýrslu opinberrar eftirlitsnefndar sem sérstaklega á að fylgjast með þessum hlutum. Þar kemur fram að 50 fyrirtæki fengu meira en 1 milljarð króna afskrifaðan. Þessi 50 fyrirtæki skulduðu samtals 818 milljarða, 818.000 milljónir. 67% skuldana, 550 milljarðar, hafa nú verið streikaður út. Þetta eru meðal annars fasteignafélög, verktakar, sjávarútvegs, verslunar og þjónustufyrirtæki. Flest sömdu einfallega við bankana en sum fór í gegnum nauðasamninga. En langmest hefur verið afskrifað hjá 14 svokölluðum fjárfestinga og eignarhaldsfélögum. Af 513 milljarða skuldum þeirra er búið að afskrifa 75% eða 390 milljarða króna. Til viðbótar við þessar miklu afskriftir er síðan búið að breyta stórum hluta þeim skuldum sem eftir stóðu eftir 25% leiðina í hlutafé. En hvaða fyrirtæki eru þetta? Það er ekkert upplýst um það í skýrslunni og við vitum það eitt að þau hafa öll fengið meira en milljarð króna afskrifaðan. Við vitum ekki hver á þau núna, hvort það eru gömlu eigendurnir eða bankarnir. Við fáum ekki vita þetta vegna þess að samkvæmt lögum ríkir bankaleynd á Íslandi.